Velkomin í verkstæði Unimax. Tvískiptar dyr, eða ef þú vilt. Hurðir inn í verkstæði eru nú þegar að mestu leyti tilbúnar. Það vantar bara lás, festingar, lamir og yfirborðsmeðferð. Við eigum því fjölbreytt blanda af verkum og tækni framundan. Eins og kom fram í fyrsta þættinu, mynduð sköta brún vængjanna vegna raufana á bakvið planka, sem gott að fylla upp í. Fyrir þessi tilgang best að nota endingagóð tvíþáttaefni. Pólíesterþéttiefni harðnar mjög fljótt en það lítur ekki mjög vel út. Ef þú notar feikandi máningu, ekkert vandamál. En þeir sem vilja halda útliti viðarins geta nota til dæmis epoxy plastefni. Vélarduft má nota sem fylliefni í hlutföllunum alltaf einn á móti einum. Efnið sem myndast þykkt og leikur ekki eins og plastefnið sjálft. Niðurstaðan vissulega dekkri en fúra en samt lítið það betur út en gráð eða hvítur pólíester. Auk þess, ef þú notar dökkan lakk, getur við samræmt litinn. Upprunalega hurðin var ekki með innfelldri lás, heldur aðeins lás með ryggi. Fyrir öld síðan í hesthúsum var það einfaldlega nóg. Með fullri virðingu fyrir forvöðum okkar, jafnvel þótt þeir hefðu haft nútímatækni, hefðu þeir ekki verið að vesenast með steina og hefðu troðið alls staðar. Loftsteini, gifsblöðum, línu með neti og sílikoni með froðu. Svo þótt ég sé gamaldags, leyfði ég með smá nýjung í formi innfellds lás með sílindralás. Ég gerði gaut fyrir innfelldan lás á súluborðvél með bor með 16 mm þvermál. Ég tengdi þau gróflega saman með rafmagnsborðvél og hreinsaði með meitli. Ég fresti útskurð fyrir innsetningu á fram til lásins með raufafræsu með 19 mm þvermál. Efri fræsari með samsíða leiðsög, skilari fullkomnu verki. Einnig hægt að fræsa gaut fyrir hurðarún og lás í stað þessa bora. Þannig einfaldlega tryggt að það sé hornrétt. Ytri plötuna bjó ég til úr stafplötu og hélt upprunalegu skreytingaprófíli. Ég klippti plötuna með plötuklippur. Hennar slípaði ég með flexjö. Fyrir keppnina nægði eitt gat, en nú þurfa að vera 2. Eitt fyrir hurðarhúnum og annað fyrir sílindralásinn. Í stað hurðarhúnsins, sem lítur út eins og kýli á auga, notaði ég upprunalega handfangið á slagbrandinum með breyttum ferhyrningi. Og gamla útiplatan gæti líka verið notuð að minnsta kosti sem skraut. Að innfellda lásnum fylgir einnig mótstykki fyrir hitt vængi. Ég skrúfaði það á staðinn þar sem það á að vera, teiknaði utan og innan á. Það nægir að bora holur fyrir læsingarnar með bor. Það fljótlegast að klára innsetningu plötunar með meitli. Þar sem þetta eftirlíking, notar ég lamirnar úr upprunalegu hliðum. Það var þó nauðsynlegt að hreinsa þær, almennilega með stálbursta. Fréttabursti á vinglislípara tilvalinn. Síðan fylgir passívering, með riðeyði og þeir sem vilja geta gert lamirnar fínar, með svokölluðum smiðamálingu. Ég setti báða vængina í dýrakannana, studdi þá og stillti þannig að þeir hefðu viðeigandi bil og væri í réttri línu. Síðan setti ég lamirnar á hjöruna og stillti bilið til fulls. Ég festi lamirnar samsíða efri og neðri brún hurðana. Til að festa nota ég sterkar skrúfur með hálfhringlaða haus. Til að tryggja að stóru hausarnir liggi flatt, þurfa gautin að vera alveg lóðrétt, svo ég notaði borvélastand til að bora fyrir. Það enn eftir að festa upprunalegu hreinsuðu læsingarnar og búa til hífðalista. Ég sletti brúnirnar með sama prófífræsara sem ég notaði til að gera bóana á fyllinguna. Það vert að taka fram að þessar dyr eru aðeins eftirlíkingu fyrstu sýn. Í raun voru þær upprunalegu svokallaðar slagir, þannig að lóðréttu plankarnir voru tengdir, með slagum og að utan var negldur rammi og láréttir plankar. Þessar dyr eru líndar, svo þær halda sér jafnvel án slaka. Ef einhver vill viðhalda fullkomnu útliti, getur hann sett slaka á innri hliðina, þó þeir muni ekki gegna neinu byggingarhlutverki. Yfirborðsmeðferð einstaklingsbundin. Í tilfelli þarf að hafa í huga að hún hefur tilhneigingu til að losa trjákvoðu í sólinni. Það eru til einangrunarmáningar sem koma í veg fyrir að skemmdir verði á hlífðarhúð. Ég valdi hins vegar að nota hörflági, svo af og til mun ég þurfa að þrífaleika trjákvoðu með asetóni og endurnýja olíuhúðina. Jæja, kannski með tímanum, þegar þetta líður hjá, mun ég ákveða að nota hlífðarmálingu, helst eitthvað platínu. Jæja, hurðirnar eru tilbúnar. Bak við þær Unimax verkstæði og ég hlakka til að hittast þar aftur við einhverja vinnu, vél eða verkstæðisbúnað.